Sko, ef ég á að segja eins og fyrir sjálf á mig, ég upplifði þessa svona hálfgerðu tilvistarkreppu fyrir, ég fari í gegnum nokkra svona fasa með þetta, Já. en ég upplifði þetta mjög sterklega fyrir kannski svona 2-3 árum þegar ég fór að sjá gervigreindina forrita og gera gagnagreiningar af því ég vann sem sérfræðingur í gagnavísindum, ég var byrjað að nota tæknina og ég sá að sérfræðikunnátta mín var orðin aðgengilegri og ég sá með þeirri stefnu sem tæknin var á að þá sá ég hvernig það var minni og minni framtíð í mínu starfi í rauninni að vissulega væri ennþá þörf á því sem er verið að gera en þú þarft ekki að vera eins lærður og ég eða eins fróður þó það hjálpi. Já. Og þetta var hluti af þeirri hvatningu sem var á bakvið það fyrir mig að breyta svolítið til og ég fór þarna fyrstum tíma í stöðu sem leiðtogi í hagnýtingu gervigreindar hjá Orkuveitunni þar sem ég var svolítið hættur að forrita og að fara meira svona að kenna og hjálpa beita sérfræði þekkingu í ýmsum verkefnum. En svo að lokum mitt hjálpa þetta líka að taka skrifa og fara að stofna þetta fyrirtæki af því ég áttaði með því að ég vildi hjálpa fleira fólki að taka þessi skref að komast í sátt við þennan nýja raunveruleika og Og sjá virðið í því að miðla þekkingu